Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Leggur þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Er þetta eitthvað sem Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, nýsköpunar, háskóla og iðnaðar ráðherra. Yes. Velkomin 24/7. Takk fyrir. Gaman að þig. Gaman að koma til. Botnaði þetta, stjórnmál eru? Mikilvæg. Mikilvæg? Af hverju? Af því að þau stjórna leikreglum samfélagsins og búa til reglur samfélagsins og bæta það, langoftast. En fást við bara hlutina sem skipta máli í lífinu og mjög margvíslan hátt, að halda utan á þá sem þurfa á því að halda, búa til innviði og möguleika fyrir fólk að blómstra og grípa tækifærin. Og þess vegna er stjórnmál svona skemmtileg. Og hvernig endaðir í stjórnmál? Ég svona fór aðeins inn í svona unglingahreyfinguna því ég var bara 20 og hafði alltaf áhuga á samfélagsumræðu og fylgdist með pólitíkinni og svona hafði samt aldrei tekið persóna þátt eitthvað meðan ég var í menntaskóla. Svo svona dróst ég aðeins inn í þetta, var svolítið bara var ekkert átt enga vini sem hefði kannski sérstaklega áhuga á þessu. Kynntist frábæri fólki og það var bara eiginlega ekki aftur snúið. Mér fannst þetta ótrúlega skemmtilegt og fann að ég gæti haft áhrif innan stórs, þessi gamli og rótgróni flokkur og ég fann að maður gæti haft áhrif. Þetta var líka vinstristjórn á þessum tíma eftir hrun og ég svona var ótrúlega ósammála stefnu þeirra í mjög mörgu og þá svona myndast og var það skoðanaðinu sterkari þegar þú ferð að rökraða við fólkum hvaða ákvarðanir er verið að taka í samfélaginu. Og þá svona einhvern veginn, fann ég bara, ég get haft áhrif og stefnu stjórnmálaflokks með því að taka þátt í starfinu. En ég hugsaði mér aldrei að vera svona ungu þingmaður eins og ég var síðan. Það bara svolítið gerðist. Ég einhvern veginn var svolítið að kvarta yfir því að eldra fólkið, eða fólki í pólitíkinni væri, meðalaldur þess væri alltaf hár og væri ekkert í samræmi við meðalaldur þjóðarinnar og væri ekki að endurspegla nógu vel samfélagið okkar. En þau, þetta, ég get ekki skammast bara í þeim, þau eru bara í pólitík og sinna sínu og gera sitt. Og við getum ekkert kvartað yfir því unga fólki ef við bjóðum okkur ekki sjálf fram. Þannig leiddist ég svona inn í það að bara gefa kost á mér í forystu flokksins sem ritari, sem er svona annar varaformaður. Því ég var 25 ára, 24 ára, 25. Og vann það og svo bara koma þingkostningar skyndilega árið setna og þá fer ég bara í frambúð og er komin inn á þing 25 ára. Þannig að þetta var smá óvart, ég hugsaði alltaf að ég myndi gera það því að ég er eldri kannski. Þú veist miklu skynsamlega að gera fyrst eitthvað og svona eins og allir gera það. Þú veist, fyrst vinnur við eitthvað svona eftir háskólanám og farið þér ímsa reynslu og svona áður fyrir þing. En við verðum að hafa alls konar fólk í pólitíkinni og ég hef mikla lífsreynslu og ég var kláraði námið mitt með fyrsta árin á þingi en vann líka við mjög fjölbreytt störf á meðan ég var í námi. Prófaði það ýmislegt og það hefur reynst mér mjög vel. En það var bara svona, fannst þú gast haft áhrif á hana og þetta var svona líka bara stökk á tækifærinu og bara vera staðfast í að maður hafi bara fullt að segja. Já, einhvern veginn að vera óhrædd sko, ég held að það skilgreinir mig rosalega eiginlega bara best. Ég er svona fáránlega einhvern veginn óhrædd við allt og að láta vaða og hef held ég bara alltaf verið. Og stjórnmál einhvern veginn bara heilluðu með að geta haft áhrif á gang samfélagsins, hvernig samfélagi verið uppbyggt og ég bara gat ekki sleppt í reyndinni sem að taka svona pásu frá pólitík og bara núna má ég ekki vera með hvernig sjálfstæðarflokkinn stimpla á enninu mér, ég fyrir aðeins að bakka og einhvern veginn ekki taka svona rosalega mikið þátt í starfinu. Ég bara gat ekki hætt. Hvað einkennir góðan stjórnmálan? Skýr sýn, óbílandi trú á Íslandi og samfélaginu sem hann er að vinna fyrir og hugrekki að taka erfiðar ákvarðanir sem er ekki alltaf vinsælar en munu mögulega og líklega mælast vel fyrir þegar lengra líður. Þannig að afla sér þannig upplýsinga að við getum tekið bara einhvern ástöðu, tekið þá einhvern ákvörðun þrátt fyrir allir sé ekki sammála en hafa trú að því að muni komin ljós að hún hafi verið góð. Já, ég held svona margar ýmsar ákvarðanir bæði litlar og stórar sem hafa haft mjög góð áhrif á samfélagið okkar voru ekkert mjög vinsælar á þeim tíma. En svo mælast þær mjög vel fyrir í dag og okkur finnst ekkert nema eðlilegar.
Hvað finnst þér mest krefandi að vera í stjórnmálum? Ég held að sé svona auðvitað þegar þú lendir illa í opinberu umræðu og vera opinber persóna og þú veist það en ef það eru málefnin þá finnst mér það ekki krefjandi auðvitað bara tekur maður sinn skarf af ómáleflegri gagnrýni og drulli en þegar fyrir að snúast þig sem persónu en ekki sem stjórnmálamann þegar byrjaði að svona búa til sögur mann og alls konar að þá ég held að það hljóti að vera bara mest krefjandi og ég held að það sé bara almennt við að vera opinber persóna og það fleiri en stjórnmálamenn sem lendir því Algjörlega og kannski, ég veit ekki, mér finnst tilningin oft að vera að fara beint í mannin staðan fyrir málefnið. Já, það svolítið svoleiðis og stjórnmálaumræði kannski svona ekki nægilega djúp en hún mætti vera svona málefnilegri og dýpri svo að fólk kemur sér inn í þú veist, hvað standa hverju grunngildi flokkana, þú veist, fyrir hverju þú veist, hvað svona driving factorinn þinn og svona en þetta svolítið svona þú veist, umfjöldunum verður svo kristallast alltaf í kringum einhver svona einmál og verður þá sem að gerast og verður ekki nægilega djúp oft og þá verður þetta persónulegt og svona en í pólitík það bara fylgir og þú ert persóna í starfinu þínu og þú ákveðnar skoðanir og ert að setja þér fram og þær verða að þola gagnrýni Af hverju virðist þér að einhver hópur fólk sem hefur sterkan hvernig get ég orðað þetta kannski bara hatur gegn sjálfstæðisflokknum eða þú veist, finnst svona skilur reglulega að þú fattar reglulega hvert þér að fara hann hefur auðvitað á sér mjög langa sögu og ég held að það getur verið mjög margar ástæður eða mismunandi ástæður fyrir svona viðbrögum fólks en auðvitað hefur flokkurinn verið lengst af við stjórnvölinn í íslensku samfélagi og mjög auðvelt að benda á hann ef eitthvað var að eða verið að gera vitlaust á þeirra mati mjög auðvelt að benda á stóra bróður eins og maður segir stundum sko þú veist þetta stærsti flokkurinn hefur verið það það ennþá og hefur stjórnað hvað lengst og þegar flokkur á sér svona langa sögu þá getur líka verið erfiðar að fylgjónum af því að þér finnst þú þurfa að bera ábyrgð á öllu sem hann hefur gert og styðja allt sem á undan gengið sko þá stundum auðveldar að fara bara í nýjan flokk eða flokk sem mjög ungur eða flokk sem hefur kannski aldrei verið í ríkisstjórn eða tekið ábyrgð á að stjórna hlutunum og geða þá af því að það ekki svona jafn mikill svona bakpoki sem fylgir því en ég held að þú veist það hefur alls konar hluti komið upp og kannski þetta svona ég held að almennt að þá bara auðvelt að vera svona allir á móti sjálfstæðisflokkur sem hefur mjög skýra sín annars staðar en aðrir flokkar eru svolítið líkir margir hverjir með mjög keimlíka stefnu og ég held að ég geti sett fyrir fram að þig svona stefnu 3 eða 4 flokka jafnvel fleiri á þingi fyrir síðustu kosningar og þú getur ekki greint á milli Hver hvað? Já. Hvað greinir sjálfstæðisflokkin frá? Hann hægri flokkur sem stendur fyrir frelsi einstaklingsins og það þess vegna sem ég valdi hann ég held að þú finnir aldrei flokk sem úr 150% sammála þess að þá væru 100 flokkar en það svona þessi grunngildi að ríkið sé ekki lausnin á öllu heldur einstaklingurinn og við að lyfta fólki upp og skapa þannig tækifæri að fólk getur blómstrað og ég sé þetta svo mikið sem svona trú á fólki trú á einstaklingum, trú á því sem einstaklingurinn búa til og hann sé miklu betri og betur þessi fallin heldur einhver stjórnmálamenn og ríkið og það svona grunnurinn það eru lágir skattar að ríkið þurfi ekki að reka vínbúð eða útvarp þú veist bara fyrir frjálsu útvarpi og afnámi bjórbansin sem var mjög óvinsælt á þeim tíma en vákvað okkur finnst það eðlilegt í dag og mikil framfara skref, þetta svona lítilmál sem margir svona yngri finnst bara býtu mátti ekki vera annað útvarp en ríkis útvarpið sko en og það svona held ég svolítið skýrari og mér finnst sjálfstæðisflokkurinn vera með miklu skýrari stefnu og eini flokkurinn sem með þessa stefnu og þá þetta mjög auðvelt að fleiri sé á mótunum og eðlilega líka Algjörlega, hefur það kannski þessi
þessi gildu og það sem drífur því áfram er væntanlega eitthvað spila inn í það að þú skapaði bara nýtt ráðuneyti, með ekki? Það sem aldrei verið til. Nei, við erum að búa til nýtt ráðuneyti og þetta háskóliðnar og nýsköpunarráðuneyti svolítið sem engin mann hvað heitir og ég kalla þetta bara svolítið framtíðarráðuneytið. Já, þetta rosa mikið að vanda með að tala. Þannig að ég kalla þetta bara framtíðarráðuneytið eða hugvits í Danmörku var sviparáðuneyti kallað þekkingarráðuneytið. En ég svona að taka það svolítið inn í býtu kerfið ekki svarið við öllu sko. Kerfið þarf að vera stuðningurinn, þarf að grípa þá sem þurfa að forgangsraða í svona grunnhluti eins og heilbrigðiskerfi fyrir alla, menntakerfi fyrir alla, góðar samgöngur, löggæslu, dómstóla, að halda utan eldri borgara og þá sem þurfa og aðstoða að halda, öryrkja og fleiri. En annað eigum við einhvern veginn erum við ekki með lausnir á. Það sjáum við bara öllum fyrirtækjum sem spretta upp og þegar fólk að gera nýja hluti og útskrifast úr háskólum og bara sér öll tækifærin að við eigum bara að passa að þau séu til staðar. Og já, ég að svona breyta þessu svolítið og gera hlutinu öðruvísi, láta vinnulega öðruvísi, bara afnema stimpilklukku sem í öllum ráðuneytum. Bara við mælum ekki árangur fólks hvernig það í vinnunni, hvort það mæti 8-4 sko. Þú veist, það bara engin mælikvarði á hvað góður starfsmaður. Og bæði líka bara að hafa gaman í vinnunni, búin að innleiða hugleiðslu, þú veist, þannig að getur verið mikið álag og þá geggja nýsköpunar fyrirtæki á Íslandi sem með svona íslenska hugleiðslu. Þannig dettur inn í bara ævintýra heim, bara íslenska náttúru og heitir Flow. Og líka bara svona reyna að taka þessi niður múra á milli þessar málaflokka. Því háskólamál og nýsköpun og fjarskipti ekkert bara eitthvað málaflokkar sem tengjast ekki neitt. Við verðum að brúa á milli. Og ég að reyna að gera það svona í alvörunni með því hvernig ráðuneyti virkar. Og það til dæmis mjög gott að vera ungur, af því ég þori þessu og hef skýra sín á að hlutir mega vera öðruvísi og hvernig okkar kynslóð, hvernig hún býst við að vinnustaðir séu til dæmis, kannski bara talsveit öðruvísi en foreldrar okkar til dæmis. Og ég að reyna svona innleiða það svolítið og það gengur ótrúlega vel og er ótrúlega skemmtilegt verkefni. Góð pæling með þessum að við vitum alltaf ekki afkasta einhver á 3 tímum á saman tíma og 8 tímum eða vel klukkutíma. Nákvæmlega. Og líka bara svona sveigjanleiki, sem eru geggjaða morgunpersónur, aðrir eru bara bestir á kvöldin. Og það ekki mitt að ákveða hvenær fólk er best að vinna og hvernig og þess vegna er líka með öll störf án staðsetningar. Þú mátt vera hvar sem er á landinu eða bara í útlöndum, þú veist, að vinna. Við erum auðvitað með skýra kröfu og ég er líka mjög óþolinmóð og ég er með mjög skýr mál, hver eru forgangsmáli mín, hvað ég ætla að ná að gera á þessum 4 árum, hvað ég vil að gerist á fyrsta árinu og svo framvegis. Og þegar fólk fær skýra leiðbeiningar og er með manni í þessu verkefni, að þá þarf ég ekki að segja fólki að mæta ákveðnum tíma og vinna í 8 tíma á nákvæmlega sömu tímum dags. Þá líka það sem gerist að fólk fær þá frelsi til að, þú veist, veit hvað hlutur ekki sitt og hvað eru á skila, en það frelsi hvenar og hvernig það gera það, basically. Heldur betur. Það er náttúrulega það sem drífur okkur áfram líka, gefur okkur innri hvatningu. Já, við erum innlega svona spretti, þannig að það er alltaf einhver skiladagur og ég get fylgst með því á töflum upp á vegg í ráðuneytinu og erum líka innlega svona design thinking gagnvart verkefnunum, svona sem að þú ert ekki að hugsa háskólamálun út frá kerfinu eða skólanum, þú ert að hugsa út frá nemendunum. Þannig að þú veist að hugsa ef ég væri Guðrún sem veit ekki hvað hún á að velja og í staðan fyrir hún prófi 3 greinar og hætt alltaf því að það er mikil sóun í því og bara fyrir hana og fyrir kerfið hvernig getum við aðstóða hana, skilur að velja rétta braut og finna sína leið fyrr, hvernig getum við beint fólki frekar í verk, vísinda, tækningarna sem við þurfum mannskap í og hvernig getum við, þú veist og hugsa þetta svona út frá fólki finnst mér skiptar miklu máli því að við erum að vinna fyrir fólkið en ekki kerfið og kerfið er oft svo frekt og stórt og okkur finnst stundum lausnin að vera allar hjá ríkinu bara ríkið á að redda þessu ríkið á að gera þetta en ríkið er bara ekki best til dæmis að hanna hugbúnað fyrir hvort sem það er í heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu sko. Það er einmitt fólki sem er að spreita sig og langar að bæta samfélagi og þá eigum við að leyfa þeim það og ekki gera þau þannig að þau verði ríkisstarfsmenn heldur að við kaupum af þeim þjónustuna það getur bæði verið hagkvæmara og væntanlega betra. Já, og líka svolítið svona sem þú segir sko, að kerfið að grípa fólk og látna þetta stiðaði fólk sem hvort sem ert í háskóla eða einhverju nýsköpun sem finnur lausnir á
áskorunum framtíðarnar sem hlýtur að hafa ávinning til lengri tíma. Heldur betur, borga sér margfalt tilbaka. Já. Stærstu áskoranir heimsins bara, hvort sem það er loftslagsbreytingar, öldrun þjóða og bara áskoranir í heilbrigðismálum, fátækt, bara ég held að stærstu áskoranir heimsins verði leystar með hugmyndum og þekkingu fólks sem fær að prófa sig áfram. Hugvitinu hos fólki og það er hérna óþrjótandi auðlind, sko. Já, tala um þessi einn af 4 manni, ég las eftir Yuval Noah Harari og einhverju fræðimennur að tala um þetta, einn er hérna að nýsköpun væri sköpunargáða nýsköpun væri einn af þeim þáttum skiptamáli, hitt var gagnrýn hugsun, samskipti og samvinna sem tengist allt svo sem. Nákvæmlega. Þannig að sumir finnst nefnilega nýsköpun svolítið tísku orð og eru bara, er þetta eitthvað svona bara eitthvað næs ráðuneyti. Þú veist, þetta er 4. stærsta ráðuneytið í peningum. 85 milljarðar á ári. Við getum gert mikið með þeim ef við forgangsröðum rétt. Þú þarf ekki alltaf að fá meiri pening. Það er þetta forgangsröða betur og þetta er svo ótrúlega mikilvægt ef við ætlum með þetta að leysa áskoranir samtímans og styðja við svona þessa stóð, þú veist, hver hefði ímyndað sér að Ísland ætti bara eitt flottasta tölvuleikjafyrirtæki í heimi. Það veist, við hefðum ekkert getað, ríkið hefði ekkert getað veðja á það. Nei. En það er að búa til umhverfi þannig að svona hugmyndir vaks og dafna á Íslandi. Það er verkefni okkar því þetta borgar sér svo margfalt tilbaka. Eða Controlant sem var að dreifa Pfizer bóluefni út allan heim. Íslands fyrirtæki, það hefði enginn hjá ríkinu verið eitthvað, við eigum að styðja sérstaklega fyrirtæki sem sérum, þú veist, að passa lyf ákveði kælistig, þú veist, eitthvað bara aldrei, þú veist, þetta hefði aldrei verið ríkishugsun eða þau hefði ekki átt að sjá því að þetta væri eitthvað til að fjárfesta í. Þegar, þú veist, þetta er hugmyndi fólk, sko. Og við styðjum það með fjármunum og lyftum hugmyndum fólks upp með því að styðja við nýsköpun og setja peninga í svona sjóði til dæmis, hjálpa þeim að vaksa og sumir munu fljúga svo hátt og verða einhyrningarnir eða og þau borga margfalt tilbaka. Það getur tekið eins og Controlant 15 ár, sko. Það getur tekið langa tíma. En eins og þau segja, við hefðum ekki þróast í að verða þetta fyrirtæki nema fyrir stuðningsumhverfi nýsköpunar á Íslandi. Hvað er einhvern svona sérstakar áskoranir sem þú hefur komið auga á? Varandi bara... Persónulega eða... Nei, varandi bara... ég ætla að spyrja í tengsli við kannski bara háskólan eða nýsköpun. Væntanlega einhverjir svona, eins og þú talaður svona hvað ég að gera næst fyrir ungt fólk sem kannski, hvað ég að prófa í háskólanum og svona. Ég ætla að endurróða þetta, því ég er að tala hringi hérna. Ég ætla að, til dæmis með háskólan, ég veit ekki hvort þú, hvað eru að sjá trendið það? Eru við að halda sama kjarna til dæmis í háskóla? Er fólk að fara öðru sér leiður, veistu það? Við erum með mikið af nemendum, þannig séð að við erum mjög háskólamenntuð þjóð. En við rekum til dæmis lestina varðar útskriftir úr svona tækni og vísindagreinum. Í það STEM fields? Já, við erum í 84. sæti. Af? Bara 100 og eitthvað löndum, sko. Já, vá. Það er mjög slæmt. Já. Af því að okkur vantar svo fólk í þessu. Viðskiptafræðingar eru sú grein háskólamentara sem flestir eru atvinnulausir. Það er rosalega margir sem fara í námið og það er enginn að segja að námið sé lélegt en okkur vantar bara aðra þekkingu og það er ekki mikið eftirspurn eftir þessari þekkingu og áður. En þau hafa verið en það er svo margir sem fara í námið og þá er spurning, get ég lagað hvatana, ég get ekki stjórnað háskólanum, þeir eru sjálfstæðir, en get ég lagað fjárhagshvatana þannig að þessi hvatar fyrir skólana að mennta meira í greinum sem þarf fleiri í samfélaginu. Ég meina, háskólar er bara til fyrir samfélagið og fólki sem vil mennta sig og auðvitað að vera ríkt val og annað en hvati til að hafa allt og marga í greinum sem engin störf eru til. Það er sorglegt að ungt fólk komi ógeðslega spennt inn í háskóla til að gera sitt besta, bara standi sig vel, útskrifist og svo er engin störf í boði. Þú veist, ég er ekki bara eitthvað að tala fyrir atvinnulíf, það er sorgleg staðrind, sko. Þannig að við þurfum að hugsa og segja, ætlum við ekki að mennta þetta fólk sem er ótrúlega spennt fyrir samtíðinni inn í einmitt einhver tækifæri, sko. Og þar er áskorun. Algjörlega. 100%. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærðir á henni? Vá, góð spurning. Fyrsta sem ég datt í hug var
Mungurinn sem seldi sportbílinn sinn. Já. Ég svona einhvern veginn, ég fekk svona smá hugljóminn þegar ég las hana. Margar bækur hafa þetta haft áhrif á mann og íta manni áfram og stækka heiminn, sko. En þessi svona, hún var öðruvísi, hún lét mann aðeins fara að hugsa lífið öðruvísi. Og ég var svona einhvern veginn svolítið þakklátt þegar ég lokaði henni. Hún einhvern veginn, það er svona auðmýkt gagnvart lífinu og bara hvað skiptir máli og svona. Já, þetta svolítið frá þá eins og titillinn gefur til kynna, fara frá veraldlega í bara mannlega kannski. Já, svona bara vera, hvað skiptir miklu máli að vera góður hér, ef þú ætlar að gera eitthvað gott, sko. Þannig að þú kaupir þér ekki einhvern veginn árangur eða lífshamingju, sko. Nei, það er einhver formúla sem virkar ekki. Nei, þannig að mér fannst hún ótrúlega góð og mældi með henni, en það er mjög erfitt að fá þessu bók. Já, það var stundum til á svona gömlum bókamörkuðum og en það er algjörlega einstök bók. Ég er búin að heyra nefnilega oft frá henni, ég er með hana heima, sko. Núna fer ég bara heim og Þú ert já, það er mikil eftirspurn eftir kaupum á henni, þannig að, jú. Ég er bara með eitthvað gull heima á mér. Ertu mikið að lesa bækur? Já, ég tek svona tarnir. Ég stundum mér svo mikið að gera í vinnunni að það er alveg nóg að lesa bara það. Allar skýrslurnar og efnið og svona. Þannig að, en svo er ég farin að hlusta mér á hljóðbækur. Það er svona gott og dattið mitt í eina ótrúlega góða hljóðbókun daginn sem ég bara át á bara 2 dögum eða eitthvað. En ég held að maður svona eigi að gera meira af því. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun, ásamt Sportförum og Your Super. Og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi. Hilki sem er umhverfisvæn, kólusefnuð og passa í allar Nespresso-vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í 7-rétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvæmt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta er svo allra besti staður sem þú getur fara á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Það er betra en Netflixið. Já, svona oftast. En stundum viljum maður líka bara horfa á heila dött sjónvarpsefni, sko. Já. En væntanlega líka fer líka mikið inn í að tekur bara væntanlega mikla hugræna orku að vera inn í ákveðnum málefnum og skoða allt og bara vera að lesa og bara pæla og þá kannski er ekkert mikið bensín fyrir að taka mikið meira upplýsingur minn. Nei, þá bara kveiki á Bachelor, sko. Já. Ég skil það bara mjög vel, sko. Stundum þarf ég alveg svona pásu frá svona pólitískum þáttum og svona. Af því það er bara nóg af því í lífinu sjálfu. Stoppar hausinn eitthvað frá pólitíkina? Sjaldan. Já. En maður verður samt að læra á það og pólitík er þannig að þú getur eiginlega alltaf unnið meira
og það er kunst að vera í þannig starfi. Já. Þú getur eiginlega alltaf unnið meira í ráðuneytinu, þú getur unnið meira í pólitíkinni, þú getur unnið meira fyrir flokkin, þú getur hitt fleiri, þú getur alltaf gert meira, þú getur verið virkar á samfélagsmiðlum, sagt meira frá því, skrifa fleiri greinar og það er rosalega, það er eiginlega í öllu sem þú gerir getur gert meira af. Og það er, maður þarf að kunna sér hóf og passa upp á orkuna sína líka og á sama tíma og maður að leggja sér allan fram af því að maður má ekki klára hana. Já, þetta er ákveðið jafnvægi þar. Já. Og ég þekki nú manneski sem er vel tengdir í lífinu, hún kvittar alveg undir þetta, hún segir að þú gefur sér alltaf tíma og svona. Ég gef mér mikið tíma fyrir vinnu mína. Já. Og þrátt fyrir að vera mjög þétt bókuð og þá passa ég bara að bóka alltaf eitthvað skemmtilegt og hitta fólki sem ég þykir vænt og mæta á handboltaleiki og þú veist, sjá vinkonum mínum sem eru að spila eða vinum og styðja vinnu mína og fjölskyldu í því sem þau eru að gera. Er það ekki líka, þú veist, þú ert bara all-in í bara pólitíkin, þrátt fyrir að maður myndi hafa ástríðin fyrir því, þá er það samt, verður það einhvern tíma bara leiðilegt ef þú ert ómikið, skilurðu, ómikið álæði og að þú, veist, með því að verja tíma með vinnum og Netflix eða bækur eða whatever, skilurðu, að þá væntanlega færðu bara endurheimtina sem þú þarft þar til að vera ennþá öflugar þá í starfinu. Algjörlega. Bæði frá, vinum, bara stundum heiladauðu sjónvarpsefni, stundum svefni, stundum hestbak, einhverja hreyfingu, mér finnst bara geggja að fara bara út í náttúruna og labba eða fara hestbak og þá svona nær maður að hugsa líka eitthvað allt annað en pólitík. Það er alveg frábært, sko. En það væntanlega getur verið erfitt fyrir marga að setja þessi mörk við sjálfa sig af því að þú getur alltaf gert svo mikið eins og þú segja. Já, það er svona kunst. Við erum auðvitað misjöfn. Sumir svona, eru mjög skýri hvað þeir þurfa að gera ekkert mikið með það. Aðrir gera og eru alltaf hræddir að þetta hinum meginn og gera of mikið, sko. En svo er líka bara svona ná að forgangsraða og það er alveg kunst líka í pólitík þegar þið langar að halda á öllum boltanum, sko. Og mér langar virkilega að hitta alla sem vilja hitta mig, en þú veist, ég get það ekki, sko. Nei. Og ég get ekki haldið öll ávörp sem ég er beðin og get ekki þú veist, mætt á alla staði, sko, en það er svona forgangsraða og bara til að ná árangri í stórum málunum og þá maður sér heldur ekki tapa sér í litlu málunum sem taka stundum mesta tíman. Sem er svona auðvelt að segja já við og bara gæslega auðvelt að segja já, ég er svo hræðilega lélega að segja nei. Og ég, þú veist, fyrstu 100 daga í ráðundinu, ég hitti örugglega 500 manns eða það var eitthvað algjörlega ruglað, tók 200 og eitthvað fundir, sko, eða eitthvað. Þannig að En maður verður að lífa það til að læra það? Já. Það ekki? Jú. Já. Og maður þarf að læra fólki og, þú veist, taka tarnir en passa upp á sjálfa sig. En ég bara, þú veist, almennt einhvern veginn á það auðvitað við alla en fólk auðvitað spyr svona, þú veist, hvað ertu með svo marga klukkutíma í sólarhringnum, sko, hvernig en þegar maður er bara skipulaður og orkumikill og svo eiga allir sína svona daga og vikur þar sem þeir eru ekki alveg on top, sko. Og það er engin undan skilin þó maður sér opinber persónar alltaf að sína frá öllu sem maður er að gera, sko. Algjörlega. Ég held að samt, þú veist, þú hefur ástríði fyrir þessu, þú er skipulögð en að samanskapi, já, getur komið tartin sem maður er bara þetta er búið að vera mikið núna og það er fári í kóri. Já, en þetta bara mist ótrúlega skemmtilegt og það er ótrúlega forrættandi að finna skemmtilegt í vinnunni sinni. Já. Mér finnst bara málaflokkandi spennandi, ótrúlega gaman að búa til eitthvað nýtt og vera með smá nýsköpun inn í ráðuneytinu, stjórnmálin og að takast á hugmyndir finnst mér ótrúlega skemmtilegt. Og það er auðvitað algjör forréttindi að njóta sín svona vel í vinnunni, sko. Algjörlega. Hvað miskilur fólk við því? Hvað á fólk til með að halda því sem er ekki rétt? Já, það er mjög margt. Sumir sem þekkja mig ekki haldi í sig bara frekar reiðgæla, reið og leiðileg. Og já, ég veit það ekki, sko. Ég held að það sé kannski aðalega. Fólk haldi ég tekja lífinu ógeðslega alvarlega því að ég er oft mjög sjónvarpinu að tala um alvarlega hluti og þú veist, ég er í pólitík og ég er samt bara 30 og og búin að vera á þingi síðan 25 ára og svona og ég skil alveg að fólk haldi að svo manneskja sé frekar leiðileg. Nei, ég segi svona þannig að allavega svona þegar fólk kynnist mér sem þekkti mig ekki áður að þá segir þetta oft við mig bara, vá, ég held þú væri miklu alvarlegri týpa. Þannig að
En já, ég held að það sé alltaf svona það sem ég hef heyrt. Já, þetta fyndið að þetta er algengast sem fólk minnskilur mig líka, sko. Já. Bara að ég var leiðilegur og þurr og hefur ekkert gaman að lífinu og ég var svona þetta er svo áhugaverð hvað við fljóta. En ég mér langar til að spyrja það því að hvernig lítur þú á það með það, ég er ekki að tala um, sko, já, hvernig lítur þú á það með að vera skilur stjórnmálakonan Áslaugu og manneskjan Áslaugu? Sko, ég var rosa upptíkin að því að sko skilja á milli fyrst, en svo áttaði mig á því að það er rosa erfitt af því að þú veist, þetta er ég sem er hérna, þessi ráðherra og ég ber ábyrgð og er í ríkisstjórn og þú veist, ég þarf bara að hérna, haga mér þannig líka þannig að ég svona, en auðvitað var þetta svolítið áskorun þegar maður var bara ungur og var að reyna einhvern veginn haldi það að vera ungur og þú veist, það sem að gera þegar maður er ungur en að vera saman tíma þingmaður og það fylgst með manni úr öllum áttum og svona og það er auðvitað svona, var smá vandrataði vegur sem ég segja að þú mátt ekki hafa svona oft gaman á Instagram og sína frá því að þú sért alltaf eitthvað djamma eða eitthvað sem ég var eitthvað endalist, eða skilur bara eitthvað með vinkonum mínum eða eitthvað þú veist sem fólk gerir helgar og eitthvað bara þú er að sína minna frá þessu og eitthvað ég eitthvað svona er en saman tíma fólk að biðja aðgang að lífinu og segja, heyrðu stjórnmálamenn þurfa að sína allar hliðar við þurfum að þekka ykkur, þú veist, þið þurfum að vera meiri manneskjur en að sýniði hvað þið gerið líka utan vinnu og það er rosa vinsælt og eitthvað af því að hérna, stjórnmálamenn ekki bara vera eitthvað leiðilegir í þingsal þannig að þetta er svona stangast á móti við hvort annað. Já, þetta er smá svona áskorun en ég kvart ekkert, þetta er bara hérna, verkefni en svona í dag er ég svona bara þú veist, Áslaug er bara í pólitík og hún er ráðherra og hún er líka ung en hún ætlar ekki að breyta sér eitthvað og einn vinur minn sagði mitt eldri maður, hann sagði við mig þegar ég var eitthvað svona agnúast yfir því hvað ég geti sýnt á Instagram og ég mætti nú ekki eitthvað og hann sagði bara, heyrðu, það kausið enginn að þú væri 50 kona í drakt og það skoðsinn, þú er 25 ára með flottar hugmyndir og þá ertu bara 25 ára Það er mjög góð punktur, sko. Það er líka svo fyndið hvað við einhvern veginn, þú veist, bara Áslaugu, hún er henni í sjónvarpinu, hún er ekki þetta og hún er svona, þá er hún bara svona. Já, einmitt. Í staðinn fyrir að þú bara allir eru bara einhverju einstaklingar, sko. En ég held og vona að fólk horfi og sjá bara, heyrðu, pólitíkin getur verið alls konar. Fólk í pólitík er alls konar. Fólk, hérna, og það er auðvitað ótrúlega að sjálfstæðarflokkurinn hefur treyst ungu fólki í mjög stórar áhrifastöður. Ég og Þórdís Kolbrúnin báðar á þeirra fyrir 30. Já, vá. Og það er auðvitað, við slóum hvort annar metið út, sko, og hérna, og það er auðvitað að treysta ungu fólki til áhrifastarfa er mikilvægt, af því að ég held að fjölbreytileiki hópsins skipti öllu máli. Mismunandi reynsla, aldur, kyn, skiptir öllu máli þegar þú ert að búa til góðan hóp. Algjörlega saman á því, 100%. Hvað helst einu sinni að vera satt sem úr öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Örugglega margt, sko. Vá, ég veit það ekki alveg. Margt svona eitthvað svona pólitískt sem er eitthvað svona, þú veist, sem maður er bara lært á samfélaginu. Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Maður læra eitthvað nýtt á hverjum degi. Og það er kannski bara svona, já, þetta er ekkert svona almennilega eitt sem er dettur í hug. Þannig að þetta ætti að vera fullt, sko. Margt sem þú... Já, eitthvað svona, þú veist, sem þú ert bara að komast að bara, já, er þetta svona, þú veist, það er bara eitthvað svona vinnutengt og ég held að upplifa það allir, bara eitthvað svona, sérstaklega þegar þú ert einhvern veginn í málum og fullt af málaflokkum sem, þú veist, stjórnmálamaður, þá er það kannski meira bara að ég veit svo mikið að ég veit ekki allt. Og mér finnst rosa eðlilegt að það komi eitthvað fram og bara, já, nei, þetta er svona. Ég er svona, já, ok. Þannig ég er mjög fljót að aflæra. Og þarf að vera rosa fljót að bara, þú veist, þegar koma ný gögn og meiri gögn og þá svona, já, þetta er svona, en ekki svo ég hélt. Þannig að þú eru opið fyrir því að breyta Já, ég gerir svo, já, breytum, þú veist, skoðun og sama tíma bara viðurkenna, já, maður hefði aðeins ránt fyrir sér. Og það er bara, hérna, bara rosalega stór partur af því þó maður sé með einhverja sýn og eitthvað en svona ýmsa hluti
Þannig að ég er eiginlega bara að þessu mjög reglulega. Að kalla hérna Mount Stupid þegar maður veit það lítið eitthvað, að maður heldur að maður sé alltaf hreinu, skilur. Þessi nefnir þegar maður veit meira, þá verður maður í rauninni óöruggar það sem maður veit, af því maður veit að svo margt meira sem getur komið inn í myndina, sko. Nákvæmlega. Og það er ótrúlega, þegar maður veit ógeðslega mikið og samt að fara í einhvern veginn erfiðar spurningar það, þá maður eiginlega, stressaðri, sko, þegar maður á að vita svo mikið. En það er einhvern veginn þess vegna líka svo gaman við stjórnmál, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt bara fólki í samfélaginu, fyrirtæki, hvað er verið að búa til og gera og þú veist, hvernig best að hafa hlutina og svo. Og þannig að maður er á fullu að læra eitthvað nýtt og aflæra eitthvað sem var ránt. Það hljómar sem sko spennandi. Það er það, sko. Já. Og það er bara forréttindi að þú veist, maður sé að stundum fyrir tekum við svona daga eða vikur og er að ferðast landið til dæmis eða borgina og bara heimsækja fólk og fyrirtæki og bara, vá, þú veist, við eigum svo ótrúlega mikið af flottu fólki og flottum fyrirtækjum og hugmyndum að maður bara ástundum ekki orð. Það er líka bara svo, þú mæntalega þekki bara allanga í samfélaginu. Þú veist, þú bara saman hvort það er heilbrigðiskerfin eða dómsmálakerfið eða bara menntakerfin eða þú veist, þetta er bara svo fyrirtækjagerin, þetta er svo mikið sko og allt talar þetta saman á einhvern hátt en þú veist, en samt skilur svona mikið virðið að vita svona margt allstaðar. Já, stundum verður þetta kannski svona, fólk heldur þetta sér svolítið yfirborðskennt og svona, og hvernig geta einhvern veginn pólitíkusar farið að breytta allir ráðuneyti og nýorðni sérfræðingar í einhverju öðru og svona, þú veist, en þú ert þetta út af sýninni, sko, þú ert ekki sérfræðingurinn, þeir eru sem vinna í ráðuneytinu, sko, þú kemur þarna sem líderinn, sem ert með sýn og ég er með plagg á borðinu mínu sem er listaverk eftir vinkonu mína Kristínu Dóru, það stendur engin veit neitt, allir eru að gera sitt besta. Já, það er rosa fallegt. Já, þegar stundum fær maður svona líka þetta imposter syndrom, svona ungur góna þessar svona einhvern veginn stöðu komin inn í ráðuneyti 28 ára. Svona hvað ég að gera hérna. Hvað er ég að gera hér, sko, bara, þú veist, hvernig fattar fólk að ég sé bara, þú veist, en svo bara, heyrðu, bara, ég veit fullt, ég er hérna ástæðu og ég hef trú á mér og það hafa aðrir trú á mér bara og svona maður minna sig á það að svo er bara fullt af fólki að núti sem heldur sem veit ekki neitt, sko. Nei, það er reyndað, það er svo algeng svar hérna að þú veist, ég held að fullari fólk vissi allt, skilur. Já, ég veit. Þetta er bara svo maður lært með, mömmu svona pappa eða maður bara, maður hélt það mikið. Þau voru bara alveg með allt á hreinu, sem bara, þau er bara manneskur svo ég. Já, nákvæmlega, það er mjög gott svar. Já, bara, þú getur alltaf lært eitthvað nýtt, bara, og það er að skemmtilega við lífið, sko. Já, ég held að líka sé bara ógeðslega mikilvægur eiginleiki því að þú veist, að geta breytt þá skoðun eða þú veist, tekið öðru í séðstöðu og fara öðru í upplýsingar eða hlusta á aðra eða þú veist, bara svona þú veist, geta endur hugsað bara hvort sem þína skoðanir þitt viðhorf eða bara venjuna eða fólki sem hengum með eða þú veist, það sem það gerir í lífinu það er bara svo mikið valjúast aldrei aðeins við því að þrátt fyrir að hafa gert eitthvað einhvern tímann eða eitthvað virkað einhvern tímann eða fyrir þig, eitthvað, ég getur alltaf verið eitthvað virði að skoða hvort það virki fyrir þig núna, sko. 100%. Hvort það er rétt núna, sko. Algjörlega. Þannig að ég er þengt að gena eftir Adam Grant, þú ert að lesa hana. Já, heyrðu, ég er hálfnuð með hana. Þú ert hálfnuð með hana? Já. Hún er einmitt, bara... Hún er í hljóðbókar, löpunum minni. Ég er ægilega hrifin á honum. Hvaða ráð hefur þú fengið á hann þína sérfræðikunnáttu sem er það magna og vilt deila með okkur? Er það ömurlegt að þú þurfir að vara okkur við því? Sko ég finnst ég hef svona hugsað, skilur, hvað, þú veist, af hverju er ég hérna á þessum stað, af hverju er ég ráðherra búin að vera það í 2,5 ár, þú veist hvað, einhvern veginn fær mig í þetta og það er einhvern veginn, þú veist, ráðið að vera óhræddur finnst mér eiginlega besta ráðið og ég hef svona skramsað í það, þú veist, af hverju er ég svona óhrædd en hverju skilar það, sko þú veist, ef þú ert óhræddur að biðja launahækkun þó þú fór hann ekki, þá lærið þú örugglega á því að biðja hana að breyta starf, breyta nám þú veist, gera það sem þið langar til þó það tækist ekki alltaf sækjast eftir ykkur sem þú færð ekki að þú lærir svo mikið á ferðalaginu og prófa hlutina og ég var einmitt að rifja það upp að
af því ég var spurðið svona bara, hefur alltaf verið svona óhrædd, bara hvernig veður í hlutina og bara, þú veist, prófar og lætur þín taka og svona, og ég hugsaði að atvik sem gerðist, ég var 6 ára og þá átti ég að fara að keppa í fyrst skipti á hestbaki og ég vildi ekki keppa á barnahestinum sem ég átti auðvitað að gera og ég segi bara, pabbi, ég fara þinn hest. Pappa bara, nú svona aðeins og viljugur og ég bara, nei, ekki fyrir mig, ég ætla að fara þinn hest. Og svo byrjar hann að dæma mig og eitthvað og sagði að slepptu mér og hann bara, nei, ég ætla ekki að sleppa þér, þú ert 6 ára á viljum hesti og eitthvað svona. Jú, slepptu mér. Og leiði slepp mér, þá bara ríkur hesturinn brekkun og hendi mér á í dett. Og ég stóð upp, fór að gráta smá, pabbi sótti barnahestinn og ég fór á bak og keppti. Og pabbi var rifjað upp af því að ég var bara, einmitt, vá hvað ég var leiðilt barn. Vá, já, bara ég ætla að gera þetta. Ég ætla að gera þetta, ég bara, en þú veist, mistekst, en fer samt á bak aftur og keppi. Og fæði þáttökuvelun. Ég held að segja vel gert hjá líka bara fóreldrunum að hafa að þú veist, að þú skilur hvernig þetta fara. Já, af því slasaði mikið. Já, þú slasaði kannski ekki, en þú veist, en hversu auðvelt hefur verið bara banna það, skilur, og við getum tekið öðru sér dæmi, skilur. Já, ég lærði eitthvað á þessu, ég var bara, það var rétt í pappa, sko, ég réði ekki til þennan hest. Þannig að þú veist, en maður prófaði eitthvað og maður lærði á því og en þetta svolítið svona að vera óhræddur og bara því hitti unga konur og stelpur sem eru bara ótrúlega spenntar einhvern veginn og þú veist, þá segi ég þetta, sko. Ein pæling, ertu þá bara, þú veður hlutina, eða ertu stundum, skiluru, með smá hnút í maðurinn fráttu þess að gera hlutin, skilur hvert þið að fara? Já, ég fæði þetta alveg eitthvað svona eðlilega hnút yfir ýmsu sem stórt og en ég læt mér fátt stoppa mig ef ég er búin að hugsa hlutina vel, þú veist, ég er ekki fljótfær beint, en ég er svona óþolimóð en ég er svona, ef ég er búin að hugsa hlutina vel og þó það séu bara nokkra risahindranir og að, þú veist, þetta sé mjög bratt og mjög ólíklega að fara að takast eða eitthvað svona, þá er mér svolítið samum það og þess vegna er líka rosa gott að muna að, þú veist, fólk er bara, þú veist, fólk er ógeðslega miklu meira samum þig en þú heldur. Já. Og það finnst ekki, þú veist, það er ekki allir að spá í hvað þú ert að gera eða hvernig og og þegar fólk er svo upptekið svolítið að því hvað öðru fólki finnst um sig. Já. En mér finnst, ég held að það sé, gott ráð að vera það ekki. Já, algjörlega. Sko, af því að það eru bara allir að hugsa um sjálfa sig. Já. Og sko, ég velti fyrir eins og pælingi með, hvað er að koma í veg fyrir að fólk verði óhrætt? Það er þetta væntanlega álít annara eða ótti við höfnun eða ótti að gera mistök eða... Og mér er svo sorglegt að stundum það komi í veg fyrir bara lífið eða tækifærin sem þú vilt hoppa á eða lífið sem þú vilt eiga að lifa, skilur. Þegar höfnun og mistök er bara eitthvað sem við verðum að upplifa. Það er ekki bara grunnforsendan undir því að það verða ná árangri. Það er bara svo að tapa, skilur. Þú veist, það er bara partur að því, sko. Þú vinnur ekki nema að þú veist, þú getur líka að tapa, sko. Og fólk svona kom til mín og hefur komið til mín og bara svona, býtu róleg, skilur. Þú verður bara róleg, þú þarft ekki að vera ráðherra strax og ekki sækjast eftir því, þú ert allt ung eða heyrðu ekki fara í fyrsta sæti í prókjörnum, þú ert bara 30, sko, nógan tíma eftir, verður róleg, býtu og ég á svo býtu, þú veist, af hverju á ég ekki að fara í fyrsta sæti, veist það sem gerist er að ég tapa á lendi öðru sæti, held ég, og fólk bara, ég er miklu betra að biðja bara mannarsæti og ég sagði, af hverju? Af því þá tapar ekki, og ég sagði, býtu, er svona hræðilegt að tapa? Geta það ekki bara styrt mig? Og sína að ég mjög góðan séns þó að ég tapi en ég fekk samt mjög mikið atkvæðum til dæmis og sú mannski hefur komið og sagt ég hefði rátt fyrir mér. Og hvað þá sterkt að geta þá haldið í þá það sem maður trúur á sem maður vil gera þegar maður er að fá einhver önnur sem bara ekki verið að gera þetta eða þú veist jafnvel einhver sem er nákominn kannski. Og þetta er einmitt þetta ömurlega ráð sem ég ætla að vara eitthvað við að og er mikið sagt við konur sem eru að ná árangur eitthvað staðar og eru að sækjast eftir eitthvað að ég býtt þú aðeins, það er kall sem þarf að klára sitt ekki fara á mótunum, ekki þú veist, taka vinnun hans, þú veist hann mun klára og býtt þú á meðan en svo er hún kannski bara að býða og svo bara komin annar yngri kall sem er sko miklu bara frambærilegri að mati hinna og hann tekur bara við og konan fekk aldrei sénsinn þannig að ég ætla að segja að það sé ömurlega ráðið sem ég hef fengið allt of oft og sem betur fer ekki hlustað á
Já, og það þarf sterkan karakter til að gera það, sko. En síðan þetta vel bara eitthvað svona einhver ótti sem fólk að yfirfæra á. Já, og bara vill reyna að aðstoða. Já, en þú veist, það bara eitthvað sem svona... Fólk mjög líka, sko, oft bara of duglegt að gefa ráð, sko. Já. Þú veist, hver bað þig að segja ég ætti ekki, veist, fattar mig? Einmitt. Ég sagði í gríni við, eina af þessum manneskjum sem kom með þetta ráð, sem sagði bara, þú vilt ekki tapa, mjög vont fyrir það að tapa, og ég sagði, nei, ég á það alveg inni, ég vil ekki tapa sem ég tapaði fórsetakjöri í Versló. Þannig ég á það alveg inni. Já, komið tíma á bara. Það komið tíma á tap. Já, af því að það getur dreigið svo mikið manni, held ég, veist. Já, en maður lærir svo, svona ráð, en svo lærir maður svo mikið að tapa. Já, komið góður. Ég er rosa fein í dag að ég hef tapað til dæmis í Versló. Já. Ég læri svo mikið á því, þó ég grét mikið. Algjörlega brjáluð. Já, og var bara lífið væri bara búið að því ég ætlaði mér svo mikið að vera fórseti í Versló. Auðvitað. En vákvað, ég læriði meira á því heldur en að ef ég hefði orðið fórseti. Já, ég algjörlega sammála. Hver uppáhalds tilvinninu þín og af hverju? Þær má ég lesa hann upp? Já. Ok, ætla að gera það. Nei, ekki. Það er reynda lélegt að kunni ekki uppáhalds tilvinninu sína, en ég vil ekki klúður henni. Nei. Og ég sett hana nefnilega aftast í kynningu sem ég var með. Já. Og hún segir svo ótrúlega mikið. Og nú vill þetta ekki opnast. Það er gott mál. Já. Jú, þetta er að koma. Við erum þólum á hér. Hérna er hún. Nei, þetta er villuskynning. Gengur vel. Og hún snýst svolítið þetta sem ég er búin að vera einmitt að segja. Já, þetta er aðeinslegt. Þetta er bara líf og fjör. Þú voru bara að spyrja mig eitthvað öðru með hann. Já. Eða bara bíða. Svo finn ég þetta ekki. Nei. Ok. Geðveiku podcastáttur, ég að leita í símanum að uppáhaldskótinu mínu. Það er alveg geðveikt. Það er gott content. Nei, þetta er bara search-tækin ætlar að reynast mér erfiður hérna. Já. Ég vill ekki klúðra því, sko. Nei. En það snýst það að vera hugrakkur, nógu hugrakkur til þess að breyta hlutum. Og það er svolítið, þú veist, þetta kristalla svo að, þú veist, af því að þú einhvern veginn, þú er svo miklu meiri árangri ef þú ert hugrakkur, sko. Og hvaða einhvern veginn, þú veist, að það er alltaf lægi að, þú veist, mistakast og þetta, sko. Þannig að já. Hefurðu lesið Dare to Lead? Þetta er Brené Brown? Já. Hvernig fannst þér hún? Góð. Ég er, hún er líka, tjekkaði í hana í hljóðbókinni. Já. Hún fjallar svona þetta vulnerability og hugrekki að sé svona sama, sko. Og líka því ég skoða Instagram eitt á hann kom, sko. Og það var ég að tala um mikilvæg að hafa values, skilur gildi. Vita hvað stendur fyrir og af hverju og því að sérstaklega erfiðum tímum og krefandi tímum það reynir á, sko. Já. Svona ég sé einhvern veginn skilabóðin hennar svolítið í þér líka, sko. Já. Og það er einhvern veginn að trúa því og þó að það sé ráðist á þig og bara, þú veist, ef þú ert góður inn í þér, að þá ertu einhvern veginn, þú veist, þá er allt í góðu, sko, þó að allir hafa ekki sömu skoðun og þú er ekki ánægð með það sem þú ert að gera, þú veist, ef þú ert einhvern veginn sáttur við sjálfa þig, að þá bara skiptir svona annað minna máli. Maður tekur gagnrýni, uppbyggilegri gagnrýni og hlustar á fólk og það er mjög mikilvægt, en þú verður að vera svona einhvern veginn sáttur í eigin skinni. Og hérna komið kvótið. I love it. Já.
It's not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not dare that things are difficult. Það svoleiðis. Já, þannig hlutir eru erfiðari ef þú þorir ekki. En þeir eru ekki þeir eru ekki erfiðir af því við þorum ekki, sko. Þannig að þannig að það svona, þú veist. Ég held líka bara að fólk sé miklu hugrakara að getur orðið, eða miklu hugrakara heldur en að gera sér grein fyrir, sko. Já, ég held það líka, sko. Og ég held að, þú veist, ótrúlega margir séu það og að þora bara og standa við sín skoðunum og bara prófa nýja hluti og ég held að okkar kynslóð sé það. En ég held að það hef ekkert endilega alltaf verið þannig. Og við horfum líka bara á lífi svolítið, held ég aðeins öðruvísi. Við viljum ekki bara eitthvað eitt starfsframa, við viljum ekki vera á sama staðnum alltaf. Við erum miklu sveigjanlegri, við gerum kröfu á það sé gaman í vinnunni, þú veist. Það gerðu amma og afi ekki, sko. Nei. Þú veist, það er bara vinnanir til að safna pening. Nákvæmlega. En við einhvern veginn, lífsgildin og bara einhvern veginn að þora og bara maður sér allt þetta unga fólk í heiminum og þessar byltingar og bara, þú veist, það er virkilega verið að svona að challengea. Já, en líka bara, þú veist, maður hugsa út að vinna er náttúrulega bara að risastór hluti af lífinu, skilur við. Og þetta átt ekkert bara að vinna, en það er náttúrulega að vera eitthvað bara sem þrjá bara líða vel og allt sem við tala um. En síðan er eitt varandi, sko, að því það er eitthvað sem er bara kýrskýrt í sálfræðinni, þá er það varandi þá, sko, að yfirst einhvers konar ótta eða kvíða. Þú mætir því viljandi í hæfilega stórum skrefum að þá nærðu að yfirstíga það. Já. Og þetta er bara eitthvað sem bara sannað margoft. Þannig að þú veist, ég veit ekki, ef maður er hræddur á áldana, kannski ef maður gerir eitthvað sem maður heldur að aðrir muni hafa, eitthvað eitt lítið sem maður heldur að aðrir muni hafa áld á, sem hefur sannlega engin áld á því, skilur. Einmitt, nákvæmlega. Eða maður hræddur höfnun, kannski ef maður að spyrja einu sinni hvort maður er að fá launahækkun eða hvort að einhver vill hita sig eða whatever. Nákvæmlega. Ég meina, þú veist, mér veist, það eru margir sem svona, eru einmitt svona hræddir við þessa höfnun eða en ég held að leið og þú einhvern veginn er aðeins út fyrir boxið þitt og þægindaraman sem þú kallaður og bara, þú veist, prófar og þá bara, þú veist, höfnun er bara ekkert og svona getur að vera erfið og í alls konar myndum og svona og það er erfitt að fá ekki, þú veist, starfið sem þú sóttst eftir eða, þú veist, launahækkunina eða deitið sem þú vildi fara á eða, þú veist, bara hvað sem er, sko en bara, veitu, þú veist, lífið þitt verður örugglega, þú veist, þú lærir eitthvað af þessu öllu. Síðan er alltaf ákveðið möguleiki að fá bara já. Já, það er nefnilega móðan líka, sko. Þannig að ég hef ekki ímyndað mér ég væri ekki á þeim stað sem ég er í dag ef ég hef aldrei óskað eftir hlutunum. Beðið það. Býtu, já, ég er með þessa spurningu hérna. Ég segi alltaf alla pólitísir sem koma, þú þarft ekki að svara spurningu að undirbúðið á svara spurningu því ég veit bara hvernig það er, sko. Það verður headline á morgun. Já, það ertu með einhverja svona óeinslega skoðun eins og Guðni var með á pítsunum sinna, vildi fá annars. Já, mér finnst sem sagt ég sammála Guðna. Okay. Að mér finnst sko óþarf að borða pítsu það er ekki annars svona. Já, ókvæðlega. Þá bara get ég borða salat. Það er búið ágræð þetta. En síðasta spurningin og kannski bara, já, ef þú mættir einungis koma einu skilaboð og framfara út lífið til annar einsleika, hver er svo skilaboð? Wow. Ef þú er ekki trú á sjálfur þér, þá hefur það enginn. Eða ekki stóla á það að aðri hafi það. Þú er fyrst og fremst að hafa það sjálfur. Treystu þér fyrir þér? Já. Það er einhvern veginn það er svo erfitt að láta aðra hafa áhrif á líf sitt og hvernig maður haga sér og að kenna öðrum hvernig mann líður eða gangi ekki nógu vel og það er staður sem allir hafa verið á. Já. Bara í bæði held í vinnulegu og persónulegu lífi og það er auðvelt og það er svona stuttalegin
en á endanum að þá berðu einn ábyrgð á sjálfur og hvernig þið líður og þú getur breytt í sjálfur með því að hafa næga trú á sjálfur og ef aðrir hafa það ekki að þá leita það eitthvað annað. Og líka ef þú berð ábyrgð hefur trú á sjálfur og fylgir því í lífi, þinni sannfæringu, þá stendur á fellu með þínum töpum og þínum sigrum og þá ertu ekki að lifa lífi eftir samkvæmt höfði annara eða láta þín að velja en vera samkvæmt öðrum. Og þá ólíklega þess að þú lifir óhamingsamara lífi, skilur við. Þannig að ég held að sé allan á vondu uppskrift að lifa einhverju lífi út frá forsendum annar og ég veit að það er eitt af því sem fólk helst sér eftir í lífinu. Þannig að tek heilsugar undir þetta að hafa, ef þú hefur ekki trú á sjálfur þá engin annar að fara að gera það ekki. Já. Og ég held að þetta sé svona að því að þú veist, ein skilaboð til viðbúta við það að vera hræddur sko, þá já, ég held einhvern veginn það er svo ótrúlega auðvelt að kenna öðrum hvar maður er og hvernig mann líður. Og stundum bara á fullt af fólki að skilja sko. Já. En ég meina, ætlar að láta það hafa áhrif á því í marga daga. Þú veist, ætlar alveg að láta einhverja manneski sem á það ekki skiljið hafa áhrif á marga daga í þínu lífi. Bara mjög auðvelt og þetta að gera það allir, en maður þarf að minna að sjá það að hún á það ólíklega skilið. Þú ert betur en þetta. Já. Og að vera, hvað ég segja, proaktiv í staðin fyrir reaktiv, ég veit ekki hvernig orðið í íslensku, en bara að vera valfær, velja hvernig þú svarar, af því að í rauninni íktustu mynd þá getur hún ekki selt þér en þú sjálfur. Já, og þetta að vera proaktiv en ekki reaktiv seti ég sko á vinnuna í ráðuneytinu og bara allt sko, bara býtu, þú veist, við höfum ekki bara verið að bregðast við lífinu sko, og hlutum sem kom upp sko, við höfum að vera með hugmyndir og keyra áfram og bara láta vaða og þú veist, taka fórystu hlutina. Algjörlega. Áslaug, bara þakka einlega fyrir að koma að gefa þér tíma og svara minni fyrirspurni að koma í podcasti og einlega bara mjög gaman að ánægilegt og áhugavert að spjalla við og ég bara hlakka til að fylgjast með þér í framtíðinni. Takk hérlega fyrir sem við les. Legðu þitt á mörgum